náttúrulega líka bara, þetta ofsalega skemmtilegt nám og það sem ég veist vera svo stærsti kosturinn í því hvað þetta einstaklingsmiðað. Mikið komið til móts við mann svo að maður náði að klára allt sko. Já, ég lærði dönsku í Háskóla Íslands strax eftir stúdentspróf og fór beint til Kaupmannahafnar í framhaldsnám og síðan hef ég kennt dönsku bæði í menntaskóla og í háskóla og svo hefur danskan nýst mér í starfi sem leiðsögumaður. Danskan hefur opnað ýmsar dyr fyrir mér, fyrst sem handboltamanni að koma af stað í dönsku úrvalsdeildinni og svo í háskólanámi þar sem ég lagt eiginlega allt mitt háskólanám lært í Danmörku í Árásum og þar enn með annan fótinn í doktorsnámi. Já, ég lærði kvikmyndaleikstjórn í danska kvikmyndaskólanum. Þar fer öll kennsla fram á dönsku og til þess að komast inn í skólan þurfti ég að fara í gegnum þessi ströng inntökupróf. Þess vegna á fólk bara að læra það sem hugurinn stendur til því að það er ekkert ljóst hvernig það á eftir að nýtast viðkomandi aðila. Það var auðvitað ekki það sem ég lagði upp með að læra dönsku til að geta lesið upp bókmenntir á dönsku en svo er nú útkoman. Þannig að ég get ekki annað sagt en að þetta hafi gagnast mér vel. Dönskuna er hægt að taka sem aðalgrein eða aukagrein til BA-prófs og meistaranám sem er í boði er meistaranám í dönsku máli og menningu og hluti af því námi fer fram í Danmörku. Það er hægt að taka meistaranám í dönskukennslu í samvinnu við menntavísindasvið. Það er hægt að taka þýðingar í samvinnu við þýðinga- og túlkanámið og það er hægt að taka Norðurlandafræði. Ég held að það sé rosalega gagnlegt fyrir fólk að hafa gott vald á allavega einu Norðurlanda tungumáli og sérstaklega svona eins og í skapandi greinum að það er svo mikið samstarf á milli landana og maður sækir í sjóði og starfskrafta þvers og kruss Skandinavíu og þá er gott að hafa eitthvað svona sameiginlegan grunn. Ég hef náttúrulega nýtt mér þetta óspart að ég gerði meðal annars kvikmynd í Danmörku sem heitir Voksne mennesker og hef alltaf haldið góða samböndum við Danmörku. Hluti af náminu er að fara á stuttnámskeið fyrsta hausti til Danmörkur á Sefegården sem er herragarður. Svo fórum við náttúrulega þarna í síðustöðun á Sefegården. Frábær mjög skemmtileg upplifun. Það er eitthvað sem allir nemendur finnst mér ættu að nýta sér. Þetta er ein vika þarna á herragarði þar sem er fullt fæði og húsnæði og dásamleg náttúrufegurð. Og svo ertu með öðrum krökkum frá Svíþjóð og Noregi, Finnlandi líka. Og bara lærir danskt mál og menningu. Það er líka möguleiki að fara sér skiptinemi í 1 misseri og líka er hægt að fá styrki til að fara á sumarnámskeið. Það er nú bara einu sinni þannig að í dag þá eigum við í ofboðslega miklu samskiptum við Danmörku og hin norrænu löndin. Það er í raun á svo mörgum sviðum sem við getum nýtt okkur að kunna þetta tungumál. Og það skiptir máli þegar maður á í beinum samskiptum við aðila erlendis að geta sett sig í hans spor, skilja hans menningu, hvaðan hann kemur og tala nú að geta tala við hann á sömu tungu og hann ræðir sjálfur.